Kom þú, kom vor Immanuel og leys úr ánauð Ísrael. Líðið þinn sem í útlegð og hlekki ber sjálfan þig hann sér. Ó, vagnið nú, Immanuel mun fæða sínum Ísrael. Kom þú með dag á dimma jörð, þín væntir öll, þín veika hjörð. Lækna þrautir og þerra tár, græð þú Kristur öll dauðans djúpu sár. Ó, vagnið nú, Immanuel mun fæða sínum Ísrael. Kom þú, kom Davíðs armi dýr, því máttur þinn allt myrkur flýr. Lát þú opnast þín himins hlið. Kom Guðs sonur með frelsi þitt og frið. Ó, vagnið nú, Immanuel mun fæða sínum Ísrael. Ó, vagnið nú, Immanuel mun fæða sínum Ísrael. Komiði sæl og blessuð og velkomin í helgar stundir á þessum þriðja sunnudegi aðventu. Þetta var hljómsveitin Sálmari að syngja fyrir okkur Kom þú, kom vor Immanuel. En þess mátti gaman geta að þau æfa hér í kjallaranum í Lindakirkju. En við skulum hefja þessa stund formlega á því að signa okkur og segja í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Og þá fáum við annan sálm og getum sungið með í þessum fallega sálmi, Þá nýfæddur Jesús í jötunni lá. Þá nýfæddur Jesús í jötunni lá, á jólunum fyrstu var dýrlegt að sjá. Þá sveimuðu englar frá himninum hans, því hann var nú fæddur í líkingu manns. Þeir sungu halleluja með hátíðarbrag, nú hlotnast Guð
blessaðu Jesú, öll börnin þín hér, að búa þau fái á himnum með þér. Rithöfundurinn Leo Tolstói skrifaði meðal annars jólasöguna Panov afa eða Panov skósmið. Hann dreymdi draum. Jesú kom til hans og sagði: ég kem til þín fyrir jólin. Og alltaf beið Panov en til hans komu tómi fátæklingar sem að hjálpaði með ýmsum hætti. En Jesú lét ekki á sig kræla. Svo dreymir hann aftur draum. Jesú kemur til hans og segir við hann: ég kom til þín í öllu fólkinu sem þú hjálpaðir. Þessi saga endurómar orðin sem Jesús sagði sjálfur: allt sem þér hafið gert einum mínum minnstu bræðrum og systrum, það hafið þið einnig gert mér. Og það má segja að endurminningar hennar Kristínar Þórðardóttur, eða Stínu vinkonu minnar, sem ég kynntist þegar ég var prestur á Skagaströnd, séu í samhljómi við þessi orð Jesú. Við skulum heyra endurminningar hennar. Komiði sæl. Ég fædd og uppalin á Suðurnesjum og þar stór fjölskylda mín. Ég flutti til Skagastrandar á þeim tíma þegar það var mikið atvinnuleysi á Suðurnesjum og Skagaströnd var nokkurs konar gullgrafarabær. Á 2 árum fyrir jólin mín, eins og ég kalla þau, hafði ég eignast mína 4. dóttur sem var mjög veik fyrstu mánuði ævi sinnar. Ég hafði blásið í hana lífi 2 svarr á hennar fyrstu aðventu. Ég missti ættingja sem mér þótti afar væntum, fór í gegnum skilnað, hafði orðið fyrir heilsubresti og þurfti að flytja úr íbúðinni minni til margra ára. Þegar jólasagan mín hófst bjuggum við litla fjölskyldan ennþá í vinalega þorpinu þar sem allir þekktu alla. Fólk heilsaðist út á götu og í búðinni. Húsið sem við vorum flutt í stóð innst í götunni og á móti því húsi var prestbústaðurinn. Það hús stóð hærra en okkar hús, þannig ég gat sagt með sanni að ég hafði alltaf prestinn og hans fjölskyldu upp á móti mér. Það var kominn desember, snjór yfir bænum sem gerði heiminn bjartari og þennan desember var svo mikil veðurstilla og frost að það voru mörg kvöld stjörnubjört og við fengum oft að njóta norðurljósanna sem ákváðu þennan mánuð að vera bleik og græn í skærari kantinu. Ég var að fara að gangast undir stóra aðgerð á hægri hendi og vegna þess að ég rétthend þá legði ég allt kapp á að klára sem mest fyrir aðgerðina sem var 17. desember. Skrifaði meðal annars jólakortin og sendi frá mér þau sem áttu að fara utanbæjar, en innanbæjakortin ætlaði ég að bera sjálf út á aðfangadag. Daginn fyrir Þorláksmessu var ég vakin með símhringingu þar sem ég var látin vita af því að ég ætti ábyrgðarbréf sem ég yrði að leysa út þann dag. Eftir símtalið fer ég inn í eldhús og þar situr ein af dætrum mínum með skæri í hendi, búin að klippa af sér hártoppinn. Hún var eiginlega óreglulega broddaklipt. Jólakortin sem ég ætlaði að bera út voru sundurklipt í frumeindum á borðinu og sömuleiðis einu peningarnir sem ég átti eftir til þess að framflytja mér út mánuðinn. Þessi elska sat á gólfinu og spurði: mamma, finnst þér ég ekki fín? Nú átti líka miklu fleiri peninga og mörg jólakort. Ég beygði mig niður á barninu mínu sem ég langaði þá stundina til að henda inn í fataskáp og geyma þar fram yfir jól, en ég fékk aftur minni. Hér voru allir á lífi, enginn slasaðist og ég ákvað að fá hjálp starfsmanna bankans til að púsla saman peningunum mínum. Ábyrgðarbréfið flutti engar gleðifréttir. Það var frá sýslumanni og fjallaði að bjóða ætti íbúðina mína upp.
en ég missti hana vegna skuldaábyrgðar sem ég skrifaði upp á fyrir annan. Ég neita því ekki að hafa orðið pirruð yfir því ekki hafi verið hægt að bíða með þetta bréf, þó ekki væri nema milli jóla og áramóta. En ég var svo lánsöm að ná þeirri hugsun að hann trölli var ekki að fara að stela jólunum mínum. Bankinn greiddi mér tilbaka peningaseðlana eftir pínu púsl og fyrst jólakortin voru ónýt, keyrði ég þess í stað á milli húsa á aðfangadag til að faðma þá gleðileg jól sem áttu von á jólakorti frá mér. Einn af þeim sem ég faðmaði og óskaði gleðilegra jóla var eldri maður sem ég þekkti. Hann var stundum beiskur, reiður maður. Hann var jafn hissa og glaður eins og allir sem fengu lifandi, faðmandi jólakort frá mér þessi jólin. Skömmu áður en klukkan sló 6 og hátíðin gekk í garð, hringdi síminn. Þetta var gamli maðurinn. Hann þakkaði klökkur fyrir þessa hlýlegu kveðju fyrr daginn og sagði: Þetta í fyrsta skipti í mörg ár sem ég tek á móti jólunum með gleði. Ef hún dóttir mín hefði ekki klippt jólakortin hans í sundur, hefði það kannski endað í ruslinu óopnað. Þessi jól eru mín uppáhaldsjól. Af hverju? Vegna þess að í mínum huga að fanga allt sem ég skilgreini jól, það náðist. Við héldum jólin á okkar forsendum, miðað við okkur, hvað við gátum, hvað okkur langaði og við gerðum það saman. Það var ýmislegt sem áður skipti máli sem við hreinlega mundum ekki eftir að gera og þegar við mundum það, sáum við að það skipti ekki máli. Í mínum huga voru þessar hugsanir mikið að þakka öllu því góða fólki sem var í kringum mig. Vinir mínir, börnin mín og fjölskyldan sem var fyrir sunnan. Kærleikurinn réð aðventunni. Ég flutti svo seinna aftur á Suðurnesin og ég bý þar í dag. En þann dag í dag, þegar aðventan byrjar, þykir mér svo vænt að sækja þessar minningar og ég mjög þakklátt þó ég geti ekki á þessari aðventu faðmað alla gleðileg jól sem mig langar til. Jólin sem ég lærði. Ég óska ykkur kærleiksríkrar aðventu og gleðilegra jóla. Það dimmir og hljóðnar í Davíðsborg, í dvala sig strætin þakkað, í bæn hlýtur svölun brotleg sál, frá brunni himneskra daggað, öll jörðin sveipuð jólasnjó og jatan og stjarna skín gegnum skýjahjúp með skærum lýsandi bjarma og inn í fjárhúsið birtan berst og barnið réttir út arma en móðirin sælasti svanni heims, hún sefur með brosum hvarma og hjarmaður birtist húsið allt, ber höga reykelsis angan, í huga flytur hann himni þökk og hjalar við reyfast franga.
komið að lokum hjá okkur og ég flyt ykkur friðarkveðju. Friður Guðs sem æðri öllum skilningi, varðveiti hjörtu okkar og hugsanir í Kristi Jesú. Amen. Þar sem ekki verður hægt að halda aðventuhátíð að þessu sinni, ákvað sóknarnefnd Lindakirkju og kór Lindakirkju að framleiða myndband við jólalag sem fáum að sjá núna. Lagið heitir Stjörnubjarta nótt, en bæði lag og texti eftir sóknarprestin okkar Guðmund Karl Brynjarsson. Óskar Einarsson, tónlistarstjórinn okkar í Lindakirkju, útsetur lagið. Kór Lindakirkju syngur að sjálfsögðu en einsöngur í höndum Regínu Óskar sem einnig sunnudagsskólakennari hér við Lindakirkju. Með Óskari að spila einvala lið tónlistarmanna, Greta Salóme, Friðrik Karlsson, Gunnlaugur Brím, Jóhann Ásmundsson sem að auki upptökustjóri. Myndbandið gerði Sindri Reyr Einarsson og ég segi bara, gjörið svo vel, Stjörnubjarta nótt. Í mánaskini tindrar snjór á trjánum. Ég tylli mér við stofugluggann minn og horfi út á nætur himininn minn vin. Við óttubil þar ótal stjörnur blik.